gestir. Fyrir þá sem ekki vita heiti ég Hafþór Eide, sem þetta mjög algengur og góður misskilningur og ekkert mál. Og ég er 23 ára fáskursfræðingur og er nýkjörinn formaður sambands ungra framsóknarmanna stofnunarinnar flokksins, sem ekki svo ung, því að hún var stofnað í herrans árið 1930, sem gerir það hvorki meira en 75 ára í dag. Nú þegar semja kosningum skiptir miklu máli að allir leggist á eitt, ungir jafnt sem aldnir, til að tala fyrir hugsjónum okkar, hugsjónunum sem samin okkur hér í dag, hugsjónum Framsóknarflokksins. Andrúmsloftið í samfélaginu hefur oft verið betra í garð stjórnmálum. Samband ungra framsóknarmanna mun á þessum mikilvæga starfsári leggja þunga áherslu á það að vinna að bættri umræðuhefð í íslenskum stjórnmálum. Að núna verður málefnin rædd en ekki mennirnir. Því að nú er tími alvörugefinna og málefnalegna lausna stjórnmál svo sannarlega runninu og þar á Framsóknarflokkurinn að bæta í þá forystu sem hann hefur haft í þeim málum. Á komandi mánuðum er mikilvægt að við verum samkvæm sjálfum okkur og sýnum í orði og á borði að við verum tilbúin að skoða bestu lausnina hverju sinni sem til þess fallin að leysa vandamál Íslands, sama hvaðan og litur og stjórnmálan hún kemur. Við eigum að vera samkvæm sjálfum okkur þegar kemur á stórumálum í samfélaginu og standa með lýðræðinu í stórum málum. Lærdómur nútímans hefur kennt okkur það. Þjóðin hefur sýnt að hún er fullfær að taka eigin ákvarðanir í mikilvægum hagsmunamálum. Eyðum því orku næstu mánaða í að tala málefnin út af í stað ríkisstjórnarinnar. Því að þjóðin sjálf mun svo sannarlega afgreiða núverandi ríkisstjórn í kosningunum í apríl. Við ungir framsóknarmenn munum temja okkur að veita þingmönnum að þegar þessi þörf, sama hvaðan úr flokkið er komið, með því að benda hluti sem betur mætti fara. En við munum líka temja okkur það að hrósa okkur fyrir velunni störf. Og það er þess vegna sem ég hveti ykkur kæru félagar til þess að rísa á sætum og klappa fyrir þingflokki Framsóknarflokksins fyrir frammistöðuna svo hagsmunabaráttu Íslands í Icesave-málinu. Þessi samkoma er svo sannarlega mikilvæg. Því að við ungir framsóknarmenn ætlum að gera þessu 30. öðru flokksþingi Framsóknarflokksins og því vil ég kynna til leiks og málefna bæklingin okkar, en í honum er að finna svona þau mál sem við ætlum að tæpa á. En ég ætlum nú að byrja á því að biðjast smá afsökunar, því að það er einn punktur þarna inni sem á ekki að vera. Það ráðist að taka hann út og hann er því miður þannig að kveðja, því þetta er næst seinasti punkturinn virðisaukaskattslækkuna á fatnaði. Hann verður að bíða betri tíma þegar ríkissjóður er stútfullur af peningum. Nú síðan er þetta litla málgagn líka, svolítið sem við ætlum að svona hressu upp á þetta ágæta flokksþing með. Þetta köllum við hugtæka lykil ríkisstjórnarflokkana fyrir kosninguna 2013. Þetta er svona innávið, við ætlum ekki að beita þessu mikið kosningabaráttu út af við. Þetta er bara svona til þess að létta okkur lund og skemmt okkur yfir þessa helgi. Nú síðan í kvöld, þar er súppartí, skildumæting þar, húsið opnar kl. 9, við hvetjum bara til þess að mæta það. Hver veit nema Bjarni Ben verði á svæðinu, því að við ætlum að kynna til söguna nýja kokteil sem verður þarna á boðstólum og hann heitir einfaldlega ískalt hagsmunamann. Þannig að við látum það nú ekki við meðum ekki missa því. Og síðan að sjálfsögðu annað kvöld, af því mér finnst svo agalega gaman að standa upp og skemmta mér og dansa og svona, þá er kvöldverðarhófið annað kvöld, eins og hún myndist hér áðan, skildumæting á það líka. Þannig að þetta verður bara ein stór málefnaleg og skemmtileg helgi. Annars skulum við ganga héðan út í lok helgar samhent og látum þetta flokksþing
var upphafið að glæsilegri kosningabaráttu og framsókn fyrir Ísland. Eða eins og Guðmundur Steingrímsson ætti að segja það, tryggjum Íslandi bjarta framtíð, setjum X við B á kjördæmi. Ég þakka Hafþór fyrir þetta. Sérstaklega vekja athygli ykkar á því að ég tel þá að við öll sem erum eldri en 35 ára geta mætt í partíið í kvöld. Er það ekki? Já, það er með punkturinn sko, þannig að við verðum best 35 í anda. Það er bara eitt hérna. Ég steingleymdi alveg einu rosalega mikilvæga atriði. Og þið verður sko ekki 35 í anda, þið verður 20 í anda. Og það auðvistu með að kaupa hattarættismiða að sambandi ungra framsóknarmanna sem fer hér fram. Stórglæsilegi vinningar í boði, það verður dregið úr því á morgun. Þingmennir að gefa þetta stórkostlega vinningar, reytu upp Seðlan og Borgi og kaupið smakka með þau mögulega getið því að þið vil ekki segja því. Takk.